Það held ég nú þvílíkur sigur, þvílík stund og bara þvílík helgi í rauninni sem þetta varð með þessu sigurmarki og Ríki. Við ætlum að ræða þetta sjálfsögðu þetta vikunar. Við komum með örlítið inn á þetta hörmungamóti París og svo hittum við upp fyrir leikinn annað kvöld og líklega helgina. Það rosalega mikið álag á Liverpool þessar myndir og nóg að fara yfir og við við erum hefðbundið byrjunlið hjá okkur, Maggi og Steini, þið eru mættir. Jep. Velkomin til leik. Mættur, takk fyrir það. Og ljómandi gott að fá Eyþór Guðjónsson, þú kemur beint af Anfield, þú bara ætti að koma í dag, sæll og velkomin. Já, takk, sælir. Jú, ég lenti held ég bara 3 Þannig að ég er komin hérna, eitur hress. Þetta alvöru, það ekki, það oft verið leiðilega að fljúga heim frá Liverpool heldur en þetta. Já, þetta var ágætisverð, það var þá maður hafi nú og þarna svo renna mann 2 grímur í restina, þetta myndi ekki hafast, þetta var að maður væri að fara á annan, ég fór á 0-0 leik, svona síðari 0-0 leikurinn sem ég væri að fara á, en þetta blessunlega lukkaðist þannig í restina, þannig að það var helviti góð stemning á vellinum. Heldur betur, við þekkjum það að fara á 0-0 leik og Everton stuðningsmenn með blá blís og að fagna því, en þetta var heldur betur lagi. Ég held að ég hef tekið bara sjálfur eitthvað furðulegt fagn sem ég bara tekið yfir leik, einhvern veginn svona hlæjandi öskurfagn og þetta var náttúrulega ljótasta mark sem ég séð held ég og mér langar bara raunin að fá bara stemminguna hvernig ég var hjá ykkur, þetta var svona þannig moment og þannig mark. Eyþór, ég náttúrulega sjálfsögðu byrja þér bara hvernig var á vellinum og Steini, hvernig var í hellinum og Maggi, hvað í andskotanum sem þú varst? Sko stemningin á vellinum var rosaleg. Það var búið að vera náttúrulega rífandi stemning fyrir leik og yfir leiknum og ég náttúrulega ekkert langt frá gestunum. Þannig að maður fékk svolítið stemninguna frá þeim líka beint í æð og það var svona sem gerði þetta svona ekstra sætt var að það fór alltaf að vera háværi og þetta leikinn. Og þetta braust svona sérstaklega út í restina þar að voru einhver slagsmál með hotfóran ég var ekki kringu 90 mínútu eða eitthvað, þá fóru þeir að kasta inn á flöskum og ég veit ekki hverju og fóru að syngja hærra og hærra og maður sá svona líka varamannbekki beint fyrir fram að sig, þannig að maður sá að Silva var búinn að stilla Calvert-Lewin og Zuma upp sko. En passa að sjá því að henda bara öðru þeirra inn á í einu, svo hann getur nú alveg örugglega svona hægt sem mest á leiknum og tekið sem mest af tíma í þessar skiptingar, þannig að maður var alveg hægt að lítast á blikuna, að þetta væri svona renna okkur úr greipum. En ég fór með betri helmingnum út og hún var náttúrulega bara orðlaus og sérstaklega náttúrulega bara skil ekki hvernig veröldin þetta gat endað með marki, að þá var maður ekki alveg að fatta sjálfur. Fagnaðarlætin komu svona frekar seint. Þetta var náttúrulega svo absúrt dæmi, þetta slæskot frá Van Dijk og hvernig þetta skoppaði einhvern veginn tilbaka. Þannig að maður var smá tíma að fara all in í fagnaðarlætina því að maður einhvern veginn bara áttaði sig ekki alveg hvað var að gera sko. En það gerði þetta svona ekstra sætt líka að þeir voru alveg gjörsamlega að fara yfir af reiði þegar að markið kom stuðningsmenn Everton. Þeir voru að kasta inn á einhverjum bláum blísum rétt áður. 5 sekúndum áður hendur einn blísi, þetta var svo fyndið. Já, hendur held í 2 og hendur með þessu öðru yfir til stuðningsmenn að Liverpool sko. Þannig að það var alltaf verða vitlaust þarna og þess vegna var þetta ekstra sætt þegar maður búinn að fagna að fá maður að veifa bless sko. Þetta var helviti sætt. Það var ríkalega gaman að sjá öllin bara, hann gjössalega trilltist og mikil stemming reynilega til leikan, þetta var að ljómandi. Steini, er hellirinn fókaldur eftir þetta? Já, við skulum orða það þannig að það var hringt í mig frá jarðskjálfta vaktinni, það var bara nötraði allt. Ragnar sjálfur bara? Já, Ragnar skjálfti sjálfur, sko, það var bara, ég tók trillingskast, ég man ekki eftir svona fagni hjá manni bara síðan McAllister setti marki forðunda og þetta var á þeim skalanum og móðir mín var nú í heimsókn hjá mér, var inn í íbúðinni og hún vissi ekki hvað var að gerast þarna út í skúr. Þannig að þetta var alveg á svona í toppskalanum í fögnum hjá manni. Þetta var alveg ofboðslega sætt. Af því að þetta var búið að vera svona, maður var eiginlega hálf pirraður að sætta sig við 1 stig
út úr leiknum þannig bara nokkrum sekundum áður. Þannig að Pickford blessaður, hann fór úr því að vera bara no-name í mínum huga yfir því að vera bara full-name, bara og rúmlega það. Þetta næst mest uppáhaldsmarkmaður minn í deildinni, held að það sé alveg ljótt. Maggi, þú varst að fyrirverandi bróðurinn, ekki? Já, kallanginn. Þetta var mjög skemmtilegt. Ég það var betur við það mikið af fólki, sko. Ég náði þarna króga mig út í einhvern hotsofa þar sem að mömmurnar sátu og voru að spjalla saman og náði að glápa á þetta í símanum og ég tók svona hljóðlaust fagn. Ég var einhvern veginn búin að passa mig á því að vera svo hljóðlaust, sko. En ég náði einhvern veginn að framkvæma líkamshreyfingar sem mér skilst að vera ekkert leiknar eftir þarna þegar ég náði að hoppa beint af rassinum einhvern veginn hátt upp í loftubinunum konurnar og það vissi náttúrulega ekki nokkur maður hvað var í gangi þarna en það var náttúrulega bróðir minn sem fattaði þetta leið því að þetta var alveg sérstaklega sagt hann var hafði verið mikið Gylfa Michael Keane og Jordan Pickford í draumaliðinu sínu þannig að það var mann sem gerðist þarna síðustu 2 mínútur að pirra hann allduglega og ná það auðvitað að vera eins lítill Liverpool maður að hægt þannig að ég var nálægt í að fara úr þessari veislu bara með skítur kömmen náðu nú að sjatla það aðeins til ekki það er ekki nokkur máli ég hugsi ég nú bara labbað heim þó það hefði verið raunin til að fá þennan sigur. Eyþór, tókstu eftir því að þegar Klopp mættur á miðjum, ég held að það sé að hann toppa okkur alla í trilling. Hann búinn að fá 8 pund sekt, ég held að það hefði aldrei verið eins mikið worth it sekt sem ég bara mann eftir FA hefur framkvæmt, sko. Það merkilega við þetta, hann átti raunin að vera bara í sjónlínu þarna þegar hann hleypur inn á. Ég sat á þeim stað en ég tók ekkert eftir honum fyrir eftir leik. Ég var það mikið bara upptekinn að hoppa sjálfur fram og tilbaka í stúkuna og passa með að þetta ekki, sko. En jú, þetta náttúrulega money well spent. Menn náttúrulega að tala núna að fara að stofna GoFundMe síðu svo hann geti gert þetta í hverri viku. Og það var náttúrulega bara eðal. En nei, ég tók ekki eftir þessu fyrir eftirleik, en þetta var náttúrulega bara, og það sem gerir þetta bara ennþá skemmtilega, náttúrulega hvað þetta fyrir taugarnar á öllum öðrum nema Liverpool-stuðningsmönnum. Ja, þetta er bara, ég elska þetta, hann var líka ekkert að fara inn á völlin eitthvað smá, hann var bara komin inn á miðjan völlin. Þetta var helviti gott. Það segir nú dásamlega svo ég spörsmóti, það alltaf ég leiði mér að því ég satt mér innan dómara nokkra þarna upp á Skaga. Það segir allt breska dómara, hann skildi að það fengið að klára þennan leik bara niður í stúkunni. Þannig að þeir tóku sannlega ekki eftir þessu heldur, ekki neittnar, ég veit ekki hvað það var. Mér finnst eiginlega bara skemmtilegasta við þetta að sjá viðbröðin, sérstaklega hjá United-mönnum bara háskælandi á samfélagsmiðlum að Mourinho væri búinn að fá 25 leikja bann og ég veit ekki hvað. Að sjálfsögðu var þetta eitthvað sem hann átti alls ekki að gera og hann kom strax og baðast afsökunar á hefðun sinni og svona, en það er smá munur á hvað Mourinho hann hefur puttan og sussar á stuðningsmenn andstæðingarna, þessi fyrir hlaupur upp á markmanninu sínum og veit ekki hvað hann er að gera, sko. Já, faðmar markmannin eða sussar á andstæðingarna eða leggur eyrað í þá átt eða stútar einhverjum brúsum í reiðiskasti eða ég er bara botningi, mér finnst það svo kjánalega einhvern veginn nálgun vera í einhverjum fórnarlambsgýr með að það sé allir vondið við Mórakallin og Klopp komist upp með allt. Hann er bara ekki á ströngu skýlur og hinn. Hann er ekki búinn að vera má ekki líka aðeins fara að slaka á í að drepa niður passion í svona momentum, alveg klárlega og við erum búin að vera að tala hversu heimskulegt þetta er varðandi varalesturinn með Mourinho, þetta er bara enska knattspyrnusambandi náttúrulega bara aðeins að fara að tjúna sig niður í sambandi við svona hlutina og ég er algjörlega á móti því að vera að kalla bara þessi vera að drepa passion þegar menn eru að rífa kjaft og hella sér yfir mann og annan og dómara og ég veit ekki hvað og hvað en þegar menn eru að fagna og þegar menn eru að tala sín á milli bara come on og mér fannst þetta heimskulegt þegar var að vera að skoða þetta með Mourinho og varalesturinn og mér finnst þetta mér finnst bara þeir gera þetta flott, þeir sektu það skömmu það. Eina sem fer aðeins í taugarnar á með það er að hann fær 8.000 pund í sekt algjörlega þess virði en það fer í spillinguna hjá enska knattspyrnusambandinu í staðinn fyrir að svona sektir fari í að styrkja eitthvað svona grassroot dæmi eða
góðgerðarmálið eitthvað svoleiðis ekki. Þetta ásatíðasjóðurinn sko en bara enn og aftur FA, þeir eru svo rosalega samkvæmið sjálfum sér eða þannig að til dæmis bara á síðasta tímabili gerði Pep Guardiola nákvæmlega sama hlut nema hann var meira ekstrím hjá honum, hann var lengur inn á vellinum og það var svona meira próvók þar á ferðinni heldur en hjá Klopp, þannig að þar var ekki gert jack sitt í því, þannig að þeir eru alltaf með allt fyrir sig þessar. En ég ætla nú að fá að vera, ég er alveg sammála því og þú veist þó að neði farið leikbann þá var það, ég vissum það ég hef endað það inn og líka en ég eftir á móti náttúrulega ef við setjum okkur á þau spór að þetta gerist það sama eftir 2 vikur eða 10 daga og í uppbótartíma og United vinnur þá vil ég ekki sjá Mourinho hljópin á völlin sko. Þannig að ég er ekki bara við Klopp ekki sko. Já, ég er að segja það en þegar við tala passionum mér fannst það líka bara á að það bara hans viðbrögð strax á eftir skilur mig að fer í og talar disrespect anstæðingnum eina spjaldi sem ég fékk á þjálfarferðinu var svipað á svona moment á þeim stóra velli í Sauðárkróksvelli en þú veist auðvitað er þetta eitthvað sem við viljum ekki að mínu viti þetta viljum við ekki hafa sem reglu og ég meina ef þetta hefði verið Mourinho þá hefði ég sjálfur beðið eftir honum fyrir utan Anfield og ég skildi alveg Everton-mennina mína, United-mennin náttúrulega bara söktir, ég átti Everton-vinni sem að bara, ég skil alveg að hafa verið óskaplega fúlir, ég hef ekki orðið glaður að David Moyes hefði gert þetta á sínu tíma, þannig að ég held að maður hefði alveg skilið það ef þetta væri Mourinho þá myndi ég kýla hann sjálfur sko. Ég er enginn að segja að þetta eigi að vera norm, það er alls ekki það sem við erum að segja en að það þurfa að gera eitthvað ofurmál úr þessu, það finnst mér algjört bull. Förum að Kontusteininn. Mér finnst bara þú tapar þér í gleði eins og ég sagði strax í byrjun auðvitað hann átti ekki að gera þetta og hann vissi það sjálfur eftir og hann átti ekki að gera þetta en það var ekkert verið að próvóka einum eða neinum, hann fór þarna faðmaði markmanninn, fattaði hvað þetta var vitlaust að hafa farið hann inn og fór bara beint út á aftur, eins og ég segi bara dómarinn tók ekki svona eftir þessu annars hefði það vísað honum vantarlega upp í stúku, þannig að ef einhver allir að vera snar vitlaus yfir því að einhver fagni markinu sínu, það var ekki eins og að væri að fara fyrir framan Everton stundismennina og gefa þeim eyrað eða sussa þá eða hvað það var. Og ekki tefja leikinn heldur þannig? Tefja leikinn eða neitt svoleiðis, hann tapaði sér í gleðinu, faðmaði markmanninn og fór út af. Nákvæmlega. Herra, við þurfum alls ekki að gera málur sem meira þetta. Höldum áfram Maggi kendi þín, þú veist, það er æðisleg tölfræði eftir þetta. Það er ekkert úrvalsdeildarlið sem hefur unnið annað lið eins oft með marki uppbótartíma og Liverpool gegn Everton. Ég veist, hvernig er rangu þetta? Það er erfitt að gera upp á milli sko barnanna, en er þetta sætar en Mane til dæmis fyrir 2 árum eða er þetta ekki bara sko að slaga upp í Gary Maka, varst ekki á leiknum jafnvel? Já, þetta er alltaf, af því ég var á leiknum, þá náttúrulega er það ennþá og verður ekkert toppa það moment að vera í bóksinu, sko. En á eftir því þá var þetta er miklu sterkara heldur en mannamerki, þess að mér fannst, þú veist, ég hef alltaf sagt það og bara stend við það skemmtilegasta í fótbolt er að vinna leik, blálókin, 1-0, frekar ósanngjarnt, við áttum ekki sigurinn skilin í þessum leik, en við áttum heldur ekki skilið tap og taka svona sauðaþjóf og með svona marki þú veist, eitthvað sem maður bara, þú veist, verður eitthvað sem maður gleymir aldrei, ég ætlum myndi ekki það Karol hafði skorað svona mark til dæmis og Mane markið var, í þeim leik voru við náttúrulega bara hundfúlir að vera ekki búin að klára það mark, í rauninni klára þann leik þegar við skorum það sanngjarnt í uppbótartíma, þannig að mér fannst í þessu mómenti klárlega, mínu viti, bara þetta McAllister moment sem toppar það, líka bara vegna þess að það var svona, þú veist, svo auðvitað og það er að skipta máli, það var líka kannski í þeim leik sent á tímabilinu og vorum ég held ekki að leik við meistaradeildinni í fyrsta skipti, vorum búin einu færri og svona, þetta var svona moment sem að sprengdi allt og auðvitað bara til dæmis þetta upplöp hjá borgarstjóranum Everton manninum sem að ég er nú ekki vissum endilega verði endurkjörinn svo glatt ef við fáum að ráða, að hann skuli bara, borgarstjóri Liverpool skuli henda sér á Twitter og drull yfir þetta sýnir alltaf bara hversu svekkjast þeir gígandi stemmi. Skandinavíu, svona Everton pyrring og svona, þetta var alveg æðislega gaman. Og ég hef áður sagt það, þessir leikir eru þeir leikir sem ég vil vinna. Ég bara áttaði mig svo vel á því þarna á þessum leik, hvað ég voru reyni ógeðslega pyrraður og glápandi þarna síman og svo hversu gjörsamlega maður hvernig misti sig og hvernig dagarnir voru svo góðir þarna bara kvöldið og gærdagurinn voru glaður mæti í vinnun og svona, þetta er bara leikur sem maður bara, ég elska að vinna og ég var ógeðslega svektur á þessum leik sem Steini vorum á í fyrra að gera bara 1-1 jafntefli og jafnvel þá leikur að skipta engu máli í fyrra þarna deildarleikurinn
sem fór 0-0, það að vinna Everton, það bara toppar ekkert þann bara veruleika, það í mínum það það bara þetta leikur sem ég vil vinna hvert einasta ár og bara það ekki langt í þegar ég verið útlöndum aftur og mikið óskaplega vonast til þess að ég geti sungið þetta og ríkilega með manna jólalaginu sko. Þetta líka bara eitthvað með þessa leiki, þetta að þú talar McAllister markið, þú veist, ég man ennþá hvað komin, eitthvað 15, 16, 17 ár síðan, já, 17 ár, ég man ennþá hvar ég var og hvernig ég fagnaði og svo þar fram til göttunum. Þannig að þetta svona, maður tekur þetta með sér og og það var náttúrulega frábært mark, náttúrulega maður hefði svona ákveðið kannski soft spot fyrir McAllister á þessum tíma, en svo náttúrulega núna líka kannski við þennan leik, þar sem að gera þetta kannski svolítið öðruvísi, ég man að ég náttúrulega ekki svona sprakka fögnuð þegar McAllister skoraði, það náttúrulega var úr aukaspyrnu, þetta mark var kannski bara svo skrítið, allavega fyrir mig sjálfan, tók af smá tíma að bara átta mig á því hvað var að gera sko. En það líka bara við þennan sigur eins og þú segir sko, menn eru svo svektir eins og þetta með þetta tweet hjá borgarstjórnum annars líkt, þetta náttúrulega bara allt við þennan sigur bara svo gott, þú veist, Everton var að hanga á þessu stigi svona eins og hundur á roði og voru bara við það að landa sögulegu stigi, hefðu mögulega þá getað tekið okkur á útivallarreglunni í deildinni, var það ekki svona mesta afreki hjá Allardyce á sínu tíma hjá Everton. En þetta einhvern veginn bara þessi leikir og United-leikinir, þetta eru bara þeir leikir sem maður vill vinna og það alveg ekstra skemmtilegt að fá eitthvað svona ógæstlegt mark, bara svona aðeins til að toppa daginn. Þannig að þetta var algjörlega frábært. Steini, þetta náttúrulega alveg, þú veist, þetta gríðarlegt heppni yfir þessu marki og raun ótrúlegt atvik, en það ekkert hægt að halda, ef við förum að snúma okkur aðeins að leiknum, það ekkert hægt að halda það fram að það sé ósanngjarnt sigur svona heilt yfir að við bara horfum á leikin í heilt og færin í honum og slíkt. Ég fannst það bara fullkomlega sanngjarnt sigur, eins og ég segi, ég var orðinn bara hundfúll og þurfa að sættum við jafntefli. Við áttum að vera að fá klárt víti þarna þegar að Gylfi Sigurðsson handleggur boltann inn í teig, bara dómarinn í frábæra aðstöðu, dómarinn sem var annars búinn að vera, fannst mér bara með að vera ungur dómari tiltölulega óreyndur, fannst mér hann hafa bara alveg ágætis tök á þessu þrátt fyrir að þetta væri með þess að derby, en mér fannst það fyllilega verðskuldað sigur og jú, við vorum hundheppnir þegar Alisson ver þarna frá Gómez bara á marklínunni, menn mikli spekingar í bæði sjónvarpinu og öðrum þáttum vilja nú meina það að hann hafi bara fengið boltan í sig, en fyrir mér var þetta bara frábær varsla hjá honum, hann gerir sér breiðan það ekkert einfalt mála að staðsetja sig þegar menn eru komnir nánast ofan í menn og síðan Bjargar komið svona vel, það var náttúrulega bara stór hættulegt færi, en við heilt yfir áttum við hættulegri færi og sem segja áttum allavega að fá eitt víti, það er svona debatable hérna með Sala, en það hefði líka verið hægt að flauta víti þar, en við vitum alveg hvernig þetta með Liverpool og vítin, það gengur illa að fá þá í hús. En þetta líka sterkt Steini með við undirbúning liðana fyrir leik, þetta var hörku, við sáum við seinna að leikurinn í París tók helvít á. Já, ég meina, Everton búin að hafa viku til að undirbúa sig og fókus á að leika meðan menn eru í ferðalagi og erfiður leik í meistaradeildinni sem þeir tapa síðan í þokkabót, þannig að þetta var alveg ótrúlega stórt móralst síðan að náða að klára þessi 3 stig og bara ég hugsaði nú reynda þegar að Origi tölti hann inn á bara please, elsku kalli minn, stimplaði nú bara inn, ég mun aldrei gleyma þér ef þú nærða setja margslita leikinn með sigurmarkið, það er bara þannig, nú er Origi alltaf ofarlega, alveg sama þótt hann eigi aldrei eftir að gera handtak eftir þetta. Ég viðurkenni alveg þegar þessi skipting kom og Origi kom inn á, hugsaði ég ekki það, ég hugsaði bara hvað er í gangi, ég hef engan annan á bekknum, það var svona fyrsta hugsunin sko, því að hann alltaf búin að vera bara horfinn núna í talsveit langa tíma, Karl Langinn. Síðan var bara sprækur. Já, bara mjög góður, hann flott að sprætta hann upp kantinn og já. Og líka bara það þurfti að fylgja þess eftir það, hann er að fylgja vonlausum bolta, Virgil van Dijk byrjaði að lappa bara tilbaka og bara hann var hættur, hann var bara farin í búningsklefa. Já, hann fórnaði höndum og hljóp bara tilbaka sko. Já. En hann fekk stóðsendingu skráða. Já, en ég er sammála Steina hérna, ég meina að maður ekki auðvitað var þetta, þú veist, maður horfði hann á Matsuðu Degi og eitthvað svolítið þar sem að Ian Wright var að tala um að þeir hefði átt svo mikið að færum Everton.
ég meina vissulega er hérna 2 skallafæri, annað er enda held ég það fyrra hafi verið Ránstad og svo náttúrulega frábærlega var hjá Alisson hana frá Gómez, en hann má heldur ekki gleyma að náttúrulega Shaqiri komst einn inn fyrir og Mane í tvígang held ég í sikkurum hálfleiknum, þannig að við áttum nú helviti mikið að færum líka og ásamt því að vera eitthvað 60 eða rétt tæp 60% heldur með boltan, þannig að mér fannst þetta ekkit ósanngjarnt sigur, en ég meina ok, 1 stig hefði svo sem ekkit ósanngjarnt heldur, en ef að sigurinn hefði átt að lenda öðru hvoru megin, þá fannst mér nú sanngjarnt að hann enda okkar megin heldur en hjá Everton. Þetta voru ekki bara færi hjá okkar mönnum, þetta voru dauðafæri, maður á móti markmanni og þetta er bara lélegt af Shaqiri til dæmis að hafa ekki klárað sitt færi og saman með Mane sko, en klart mála þannig að þessi skalla færi hjá Everton var náttúrulega kláránstaða og síðan eru þetta 2 vítakleim, annað sem er bara algjört pjúravíti og hitt svona 60-40. Já, hann með Salah, ég tek alveg til það. Maggi, sko, talandi um þessu ríkiskiptingu og rauninni störrið. Ég var mjög ánægður með þetta hjá Kloppa, hann til dæmis geymir Milner á bekknum, hann búið að vera svolítið oft svo skipting, sko, og mér fannst hann taka smá séns, að vildi sýndi alveg klárlega að við ætluðum að sækja til sigurs, en ég veit ekki hvernig umræðan hjá okkur hefði verið núna með þá sem að tók út af, ég skal viðurkenna það. Ég meina alveg augljóst mál að 0-0 leikur og sko þá væri við ekkert búin að vera til að tala þennan leik, þannig að þessi mistök hans Pickford eru náttúrulega að bjarga leiknum. Mér fannst við ekkert verið að spila vel í þessum leik, við fengum alveg færin, sammála því og reyndar þessu að þegar maður sér ekki í live nema 1 hálfleik þá verður maður öðruvísi þegar maður horfir á hann, en mér fannst við og Everton alveg ná að setja upp svona leikplan sem þeir náðu alveg að standa af sér. Þessar skiptingar litu ekkert vel út, að taka Salah og Fabinho út og Firmino út, litu kannski ekkert vel út þegar það voru gerðar, en til þessi er nú gaurinn í búrinu og boxinu og ég meina Sturridge og Keita fannst mér ekki breyta neinu, en Origi var klárlega mjög sprækur og ógnandi og önnur típa af center og það var bara frábært og við svo sem töluðum það í síðasta podcasti að nú þyrftum við að fara inn í prógram þar sem að við erum að spila ykkur 8 leiki okkur 25 dögum, að þá verður alveg klart mál að það er að finna einhverjan ása í pakkanum og vá, það er búið að finna eitt stóran sem að verður sungið næstu 30 árum þó hann ger ekkert annað held ég að þetta mark var þannig og hann var bara virkilega ákveðinn í að sanna sig. Við höfum alveg séð glefsur af þessum strák í gegnum tíðina og Funes Mori, ég veit ekki eins og hvort hann er að spila í Mexíkó og hvað hann er núna sem að reynda að ganga frá ferlinum, þá er þetta alveg rétt sem að Klopp byrjaði að segja inn á vellinum og svo við tölum eftir leikinn með það að Origi skyldi vera sá sem að kemur inn og breytir í rauninni leiknum og það er ekkert sjálfgefið og það er ekkert allir strækjarar í baransanum sem hefðu elt þennan bolta, við skulum alveg átta okkur á því. Þetta var náttúrulega, þetta voru án gríns, þetta er svona alveg Karius mistök sem Pickford gerir þarna, þetta er algjörlega vonlaust kos að elta og að gera það sýnir svolítið bara ákveðin karakter sem að svona alvöru strækjar hefur og mikið óskaplega er ég nú bara glaður ef að hann geti kannski komið inn á þessum tímapunkti núna því við verðum að vera sanngjarnir og það er þetta því ég skrifaði pistilum minn upp á alls leikmann í liðinu Firmino fyrir nokkru vikum, þá er hann bara ekki skugginn af sjálfum sér, þannig að það ef Origi getur nú komið, þó var ekki nema bara í þessa desembertörn og hreist eitthvað inn í og kannski komið inn með sína orku og svona direct running sem að hann hefur, á móti er hann alltaf ekki eins mikið nærri þess mikill fótboltamaður og kannski ekkert rosalega gott ratio á hvernig hann klára færin sín, það verður alltaf geggjað að fá hann inn í liðið núna þegar við þurfum að fá uppbrot og brjóta þess upp liðið og leikinn sko. Ef við fáum hann í sama formi og var þegar Klopp tók fyrst þá undir lok þess tímabils bara hann hefur Funes Mori hann eyðilaði eiginlega bara hjá honum fyrirlinn hjá Liverpool, hann var á ágætis róli þegar meðstafna missir af úrslitaleiknum í Europa League og allt svoleiðis út af því sko. Já, það er bara svolítið gaman að hlusta á þarna leikmennina sem voru að tala eftir leikinn og það sem varu að lesa síðan, hann hefur bara verið frá því hann kom til Liverpool í sumar, hefur hann bara sett hausinn niður og bara æft þessu kvikindi, hann er greinilega ekki alveg, það er ekki einfalt að fara á eitthvað lán held ég frá Liverpool í svona stöðu svo hann var og Wolfsburg var ekki á góðum stað með liðið sitt, þannig að síðasti vetur fer ekki eins vel og náttúrulega láta fara og það er bara ákveðin karakter líka og við skulum alveg átt okkur á því að Klopp hefði ekki sett hann inn á í þennan leik, hafa með menn á bekknum sem voru alveg líka henst inn á til þess að fara að breyta einhver og gera eitthvað,
þegar hann setur hann inn á, það var ekkert bara Eyþór sem að svona rákum stóru auðvitað, hvað þetta? Þetta mann sem hann var ekki búin að spila mínútu held í deildinni þegar hann kom inn á þarna. Ég veit ekki hvað margir búin að tala það eftir leika, ég held að hann var á láni, sko. Já, nákvæmlega. Það segir bara það að hann greinilega búin að vera að ná að nýta þessi landsleikjahlé og heilla þjálfarateymið í kringum þetta og bara hvað voru allir glaðir með honum, bara vonandi bara ávísun á það vegna þess að satt að segja, þá þurfum við vegna þess að við erum ekki alveg að ná að þýra á öllum sílendurum með þessa topp 3 og þá það kannski bara það sem við þurfum núna, það að fá einhvern sem að tekur aðeins pressuna þessum leikmönnum sem voru ekki kannski alveg að virka að því sögðu, þá fannst mér Mani góður þó hann hafi nýtt færið síðla, þá var hann að komast í þessa stöðu sem hann á að vera að gera og mér fannst hann langsprækastur af þeim frammi og ég að því við kannski gleymum svolítið því, bara það að kippa Sala út af sem að ég meina, einhvers stað las ég það, hann hafði snert boltar sjaldnar heldur en Alisson í fyrri hálfleik, það náttúrulega bara galin tölfræði í leik þar sem við erum 50-60% með boltan, þannig að hann var líka svolítið út úr synkinu og þá var það líka bara ákveðið svona statement fyrir alla að kippa honum út af sem að er ekkert sjálfgefið að verði. Þannig að eftir á, eins og alltaf, skiptingar stjórans þegar leikurinn vinnst eru frábærar, ef það gengur ekki þá er hann bölvaður í kjáni og ég held að Klopp viti það alveg svo við. Nákvæmlega, algjör meistari eftir þennan leik. Við erum ekkert alltaf á því. Steini, aðeins Everton, það eru til dæmis 6 leikmenn að spila í fyrsta skipti í byrjunarliði í Derby-slag og ég meina, er þetta ekki það besta sem við séð frá þeim bara líklega úrvalsdeildartímanum? Jú, ég myndi nú halda það, meira að segja er þetta orðið lið sem er að reyna að spila fótbolta bara og það bara svipir að fagna, ég á voðalega erfitt með að hrósa Everton bara í lífinu, þeir eru svona álít ég alltaf stærstu og mestu andstæðinga Liverpool alveg sama, ég hugsa að það myndi ekkert breytast þótt að þeir varu í næstu deild, þá myndi þetta verða stærstu leikinn þegar þeir myndi bætast í bikarnum en þeir eru í sömu deild og ég man ekki eftir svona velmönnuð og skemmtilegu Everton liði rauninni síðan bara þeir voru að keppa titla fyrir einhverjum 90 árum, það er alltaf ekki einhver 30 ár síðan, 35 eitthvað pluss. Og nokkri fínir fótboltamenn þarna en það er náttúrulega, þeir eru samt langt í frá að vera einhver topp 5 á einhverju topp 5 kaliberi, sko, þeir eru ekkert að fara að berjast einhver meistaradeild, það vantar töluvert upp á það en við köttum þetta líka bara í topp 5 þegar Manchester út, það bara mingum við hópinn. Já, það er bara þannig, þeir eru bara í hörku barastu við Bournemouth og Manchester og reyndar Leicester og Brighton, þetta er bara stig á milli þeirra og Leicester Brighton og hérna, já, þannig að þetta er mikið miðjum og þannig, mörgulegum. Eða við getum alveg hort aðeins í það líka bara við miðum við samanlataðs fótboltinn sem voru spilið fyrra, þá er þetta nú ansi vel gert og skömmum tíma hjá Silva með þetta lið. Hvað sem verður, það getur vel verið þeir halda ekki dampi eða verður betri en þeir hafa að því virðist ráðið góðan stjóra og keypt ágætlega núna í sumar. Alveg klárlega, þetta var það stjóri sem þið vildu í talsvert langa tíma eftir vandræðarlega eltingaleik hvað árið fyrir þeir reynda að fá hann, þeir endur sem Allardyce, þannig að þetta er mikið breyting á þessu liði, þeir náttúrulega fara úr því að vera í einhverju steinaldar fótbolta yfir í að fara að spila bara nokkuð flottan og skemmtilegan fótbolta og komni með flotta leikmenn, þannig eins og þessi Gómez inn á miðjuna og svo náttúrulega Gylfi auðvitað að finna sig og þeir eru með bara flott lið og þetta verður lið sem ég held að verði þeir verða í 7. sætið eitthvað svoleiðis, sko, og það er að þið eru að tala hvað þessi langt síðan að þeir hafa verið með ég var að segja úrvalsdeildarliðið sem kemst eitthvað nálægt þessu, það var kannski 1 ár undir Martínez þar sem þeir voru svona helviti öflugir þegar þeir voru Baines, Coleman og Jagielka og þessi kallar, Ross Barkley var þá komið upp og Lukaku var á toppnum. En annars er þetta heilmikil breyting á þessu liði frá því fyrra og í rauninni kannski ekkit það ólíkt því sem að kannski er svo ekki það maður sem beri sér liði saman en hvað Sarri er að gera hjá Chelsea á frekar stuttum tíma því þeir voru nú að spila talsvert annan fótbolta undir stjórn Conte heldur þeir að gera í dag, sko.
Þannig að það alltaf gaman að sjá þegar að koma svona, svona ungi stjórar. Þetta sé ekki bara að vera að recycla þessa gömlu bresku stjóra hérna á milli klúbba. Það að koma hérna einhverjir kallar inn sem að trúa á eitthvað aðra leið til að spila fótbolta heldur en að bomba boltanum upp í loftið. Maggi, ætlar eitthvað að halda uppi að viltu taka undir þetta með portugalska skólan eða á Moyes eitthvað inni hjá þér, hann liður einhvern tímann í topp 5 eða 4, ég man ekki hvað hann náði. Nei, Moyes sá bara ekki það, bróður hans toppmaður, ég hef vel fengið mér í glas með honum út í Glasgow. Ég held að pappa séð mér þess að líka. Já, pappa séð ekki fyrir, þannig að ég held að þetta sé ekkit endilega vondir menn, en það Everton lið var náttúrulega með frænda Sigursteins Cahill þarna í brotti fylkingar, skilur mig, og alveg lið sem ég hataði af innlimun, þannig að ég bara... Nú fórstu yfir strikið. Já, bara með það var viljandi til þess að ég mun aldrei hrósa því Everton liði með þeim því uppleiki sem þar var, sem var náttúrulega bara alltaf að tala um þessa hörðu grannaslagi sem hafi verið þeir leikir sem hafa búið til flest spjöldin, það engin tilviljun. Everton hafa farið í það og þessa leiki síðustu 12-14 áriðin til þess að meiða og fara þannig í gegnum þetta og bara hefur tekist ágætlega. Að því sögðu þá náttúrulega það ekkert spurningin að þessi leikstíll þessi leikur helgin náttúrulega bara byrtingum við þessi við sögðum í síðustu viku og þeir eru bara konum með fínt lið og talandi Portugala þá náttúrulega er Andri Gómez klárlega einn af svona find of the season í hingað til, strákur sem hafa búin að vera í bölvuðu brasi og Portugalir hafa lengi talað og hann er mjög öflugur miðjumaður. Það sem það kannski vantar kannski aðeins mér bara bit og ekki það Alisson alltaf verið þarna magnað og Walcott er svo ágættur en ef þeir myndu ná sér í öflugri framlínu þá held ég Everton gæti alveg farið að láta sig dreyma það sem er að gera því við skulum ekkert gleyma því að eigandi Everton er alveg grilljóner og ætlar sér að koma liðinu í þessa meistaradeildarbaráttu og þeir eru klárlega næstir í það ef einhver af þessum liðum sem eru þarna fyrir ofan þá myndi fara að mistiga sig þá held ég Everton sé líklegast til þess að standa fyrir ofan og verði örugglega ekki neðar en í 7. sæti í vetur. Það er svona í dag það sem ég myndi halda og hann ætlar sér að halda áfram að versla og ef maður fer og lesa Everton helminginu ekkaónu þá ég jafnvel verða að tala hann ætla að henda einhverjum peningum inn í janúar. Þannig að þeir verða klárlega topplið en vinna ekkert á Liverpool í Anfield fyrir þetta svona 37 ára þegar við höfum ekkert enn að keppa sko. Nákvæmlega, við erum að sjálfsögðu boði Egils Gull, þetta er rosalega fínt fyrir til dæmis Manchester United stuðningsmenn eða Everton stuðningsmenn eftir svona helgar, ég mæli stórlega með þessu, ekki léttölur reyndar en við erum í boði léttölsins. Höldum áfram þetta, förum aðeins yfir bestu leikmenn í þessu leik og tökum þannig segvi yfir í Parísarleikin svo í kjölfari byrjum, ég heldur byrjum aftast þegar við erum að tala um bestu menn í þessu leik, fyrir utan að sjálfsögðu Origi sem er klárlega maður leiksins og líklega tímabilsins. Alveg klárlega. Þetta er náttúrulega farið að vera nánast bara leika til leik þess að við erum alltaf bara, það þarf vel ekki lengur að taka fram að það er Van Dijk og Gómez sem er okkar bestu menn á samt auðvitað Alisson en þetta er einhvern veginn svona talsvert öðru sig, þetta er rauninni bara andstæða við að þegar maður var að skrifa eins og leikskýrslur í fyrra að þá voru þetta alltaf ég var að Sala kannski í 75% tilfella en það var stundum datt manni eða Firmino inn í sem bestu menn leiksins en þetta er búið að vera bara vörnin og við erum búin að vera að byggja á henni núna og hún er búin að vera að vinna okkur þessi stig og það er í rauninni henni að þakka að við séum þarna ekki lengra, við vorum 2 stigum fyrir aftan City fyrir leiki kvöldsins en það eru nú orðið 5 aftur í dag, núna eftir þennan sigur hjá þeim á Watford en þeir eru bara, Gómez á bara heilmikið hrós skilið, þeir sjá að við erum að fara inn í svona stóran leik með þetta unga stráka í Trent Alexander og Gómez og þeir stíga bara ekki feilspor og mér finnst vera smá stígandi líka í Alexander Arnold, finnst það vera stíga svolítið upp, hann var svona, hvað ég var að segja, óstabill til að byrja með, bæði varnarlega og rauninni sóknarlega líka, mér fannst hann öflugur í þessu leik og mér fannst hann bara öflugur síðustu 3, 4, 5 leiki eitthvað svoleiðis eftir hann hafi verið svona smá shaky á tímabili. Með undantekningur reyndar, en hann hefur alveg á þessi munni að letti, hann hefur aðeins verið shaky undanfarið en ég meina líka taldum hann Alisson, við erum að sjá hann ítrekka Eithor verja sko, eins og hann gerði hjá Róma sko, yfir því sem hann ætti raun að vera að gera tölfræðilega sko. Þú veist svona, það bendir til þess bara með að við færin sem við erum að fá á okkur að við ættum að fá fleiri mörk á okkur heldur við erum að gera. Róma var nákvæmlega eins í fyrra og þetta er raun að anstæðan við það sem við vorum að sjá áður sko,
Algjörlega, eins og Steini kemur inn á áðan að menn að tala að hann hefði fengið boltan í sig, en kannski það sem að Alisson gerir svo vel að það eru staðsendingar hjá honum. Hann þarf ekkit ofta að vera að taka þessar sjónvarpsmarkvörslur af því að hann einfaldlega bara búinn að lesa leikinn eða bara mættur á staði þar sem hann þarf að vera. Og það ekkert, þú verðleikur það ekkert. Það ekki enginn að tala verðmiðan á Alisson í dag, að okkur hefur bara vantað nákvæmlega þennan mann í ansi mörg ár, bara nánast síðan að ég fór að fylgjast með boltanum. Og það enginn sem sér eftir einu einasta pundi held ég þarna. Hann bara alveg algjörlega frábær og hann eiginlega bara þetta púst sem okkur vantaði þarna ásamt Van Dijk til þess að loksins vera komnir með vörn sem að vonandi getur farið að vinna eitthvað titla fyrir okkur. Nákvæmlega, Maggi varst ekki ánægð með markmannsjúníun eftir leik, hann fer... Algjörlega. Flott í honum, bara ekki það, þú veist, auðvitað við kemum að það alveg, þú veist, þetta náttúrulega ömurlegt fyrir mikið píkundræfilinn en ógeðslega gott hjá honum á sama tíma. En ég meina, við svo talaðum alveg svona áður en þessa vörslur hans í fyrirháleik frá, því menn láti eitthvað neina eins og þetta sé eitthvað tilvílun, þessi vasslans þarna úr skallafærinu og meina hvernig hann tekur Volkott náttúrulega bara heimsklassa, hann svo stór og mikill og flottur og bara allt sem hann gerir, bara, þú veist, sjáu þið bara í síðasta markinu, skilur við, hann á tánum líka þar, kemur í markinu sig, hleypur fram á miðju til þess að pikka boltanum í gang, hann náttúrulega bara það sem við þurftum að fá og bara, eins og þú sagði, það enginn að pæla í þessum pundum, við veit ekki hvort 3 eða 30 milljónir eða 100 milljónir hvað það var, skiptir bara engum máli, þetta bara komið maður sem vonandi verður í þessum Liverpool treyju næstu 15 árin og ég ekki að íkja það, held að sé 26 ára, bara fram með fertugt með mannin. Þetta fer í flokk með sektir sem Klopp fekk, totally worth it. Steini, líka mér fannst í þessu leik og undanfarið kannski eftir þennan Arsenal-leik að í kjölfar honum, þá finnst mér Fabinho að vera að spila sinni í lið og ég var mjög sveittur ef hann fer ekki að festa sætið sitt á kostnað ykkur af þessum þremmur sem við höfum verið að sjá núna í vetur. Þetta bara hárrétt hjá þér. Þessi leiki sem hann hefur spilað núna, hann fór mjög seint af stað, Klopp tók bara þetta venjulega eins og hann tekur ofta á nýja leikmenn, hann lætur það sitja, jafnvel við stúku, að læra leikkerfið, horfa á hvernig menn spila, finna tempóið, æfingum og í rauninni þessi Arsenal-leikur var slæmur hjá honum en annað í rauninni búin að vera fínt og mér fannst þessi leikur bara verulega góð, mér fannst Fabinho bara virkilega, ég hafði áhyggjur af því fyrir leik að hann myndi eiga í erfiðleikum með tempóið í Merseyside derby. Ég er búinn að vera mikið inn á þeirri línu að gefa þessum strák að fara að spila honum meira af því að það er rosa flottur bolti í honum. Hann er að brjóta ból ótrúlega mikið á sóknum en hann er líka að skila boltanum svo vel frá sér, hann er að skila honum fram á við, hann er að búa til hluti þótt hann sé varnarsinnaður miðjumaður. Ég var í sjálfu sér smá smeykur við að sjá hann þarna aftastan á miðjunni þegar að byrjunarliðið kom en hann stakk upp í mig og bara mjög vel gert. Mér fannst hann bara einn allra besti maðurinn af vellinum í þessu leik og bæði fram á við og tilbaka. Hann var að brjóta mikið á sóknum. Ég vil bara sjá hann bara alveg sammálaður inn. Ég vil bara fara að sjá hann bara reglulega núna í byrjunarliðinu, nota hópinn og þeir hafa ekki verið að gera og mér fannst Wijnaldum líka, tökum það líka inn, mér fannst Wijnaldum, það náttúrulega vont að fara að dæma Wijnaldum út á þessum PSG-leik, hann var alveg fullkomlega hræðilegur í þeim leik en mér fannst Wijnaldum einhvern veginn frjálsari og bara meira í syngi og meira inn í boltanum þegar að Fabinho var hann með honum inn á miðjunni. Nákvæmlega. Maggi, ég veit að þetta meiningar varðandi Fabinho og framistöðu hans. Já, ég meina ekkert meiningar. Frá því að Fabinho spilaði á móti Arsenal þá var hann tekinn út á móti Fulham og komið inn á móti Watford eftir þegar voru 500 eftir að leiknum, þannig að mér fannst hann ekki góður á móti Fulham og þessar 500 á móti Watford voru nú ekki þannig. Sko, ég sammála því, þetta er klárlega besti leikur sem Fabinho hefur spilað. Ég var ekki heldur sammála því að hann ætti að stilla hann upp í vegg og raskellan eftir en Arsenal-leik, hann var bara ekki komin inn í hraðan sinn þarna og þessi leikur sem móti Everton klárlega hjálpar honum við það, en það sem ég bara meina er það einhvers staðar á milli þess þegar hann var tekinn af lífi á móti Arsenal og menn voru að reyna að gera það aftur einhverjir þarna og síðan í okkur eftir þennan leik og þess að svona lyfta honum upp í þar hæðir sem kannski við erum að tala um núna, hann eigi að vera bara í byrjunliðinu
einhverstað mitt á milli ég að ranka hann. Þetta flottur leikmaður sem á eftir að skila fullt af hlutum. Ég ekki ennþá að sjá hann verða regular fixtúru inn í liðinu hjá okkur alveg klárt mál og mér finnst miðjan okkar til dæmis helgina, mér fannst hún ekki góð. Mér fannst miðjuspilið, mér fannst til Vinaldur slakur og Shaqiri var alls ekki að ráða við þetta þarna og mér fannst ekki koma mikið kreativity út úr miðjun okkar í þessum leik. Bara það var mitt mat á því. Mér fannst bakverðirnir voru öflugir fannst mér í leiknum og svo Mane að brasa það en mér fannst miðjan ekki kannski vera góð. Að því sögðu svo Steini staði þá brýtur hann upp sóknir og það var auðvitað þess að við fengum hann inn og kom honum klárlega þarna í framhaldinu, jafnvel framar af völlin heldur en að vera aftastur þarna því hann með langar lappir og ég held að vera í Shaqiri-markinu þar sem hann sem vinnur boltan framalega og hann að koma einhverstaðar að sér. Þetta er flottur leikmaður held ég klárlega eftir að spila okkur einhverstaðar inn í en mér finnst kannski vera pínlítið að segja það að hann sé eitthvað sem við ætlum að fara að byggja á framtíðar. Ég ekki alveg vissum ennþá vegna þess að það bara svo margt eftir held ég sem þarf að gerast. Ég held sé ekki ennþá komið með miðjuna sem að þarf og ég var að vísa þarna í einhverju undirbúningi okkur þar sem að Súnes var að segja. Mér finnst við vera, vandinn þannig að syngið milli miðjunar og sóknarinnar sem var flott í fyrra meðan að til dæmis, því að ég veit að við ætlum að ræða eftir 3 manna miðjunar sem að þú fílar ekki Einar, það sem var miðjan sem var þarna lengst af í fyrra vetur. Ástæðan fyrir því að það var eitthvað í gangi þar var vegna þess að til dæmis Milner var að vaða hratt upp boltan, Wijnaldum var að gera það líka. Auðvitað líka vegna þess að sóknartípunar okkar 3 voru að fýra á öllum sílendurum og við fengum ákveðin svæði. Þetta ennþá komið og ég held að það sé engin miðjumannanna 5 sem við erum búin að vera að nota í vetur, eða 6 ef við tökum Shaqiri inn á, það engin þeirra búin að eiga stöðugt eitthvað gott tímabil og það bara það sem ennþá verið að gerast. Ég meina Keita hefur ennþá ekkert sýnt til þess að krefjast þess að fara í byrjunlið af því sögðu þá held þetta sé hörkuleikmaður sem ýmislegt inni en ég held að Fabinho sé ekkert komin á það stað núna eftir þennan leik að vera komin sá sem að ég vera fixturan inn á miðjunni. Ég held ekki sko. Ég svo við erum ekki alveg sammála þarna. Eyþór geti þín aðeins sko varandi þessar 3, Milner, Henderson og Wijnaldum. Þið byrjuðu móti París og við skulum alls ekki láta þannig að það sé eitthvað í hers höndum hjá okkur. Við erum taplausir ennþá í deildinni og þetta allt í ágætisróli en ég til dæmis fyrsta sko ég spá var þetta síðasti leikurinn þessu tríói saman í byrjunarliði og líka þá kannski erum við að fara hvað ert þú með þessa 2 þá Keita og Fabinho og ég held til dæmis að þetta haldið svolítið í hendur að sóknin sé ekki að virka á öllum sílendurum og þessi 3 sé að byrja að megna leikjunum. Ég er sammálaður, alveg klárlega. Það sem þetta ekki bara endilega finnst mér hvernig við stillum upp miðjunni. Þetta líka bara manni finnst sko eins og undir lok síðast tímabils. Það vorum við ekkert að spila á okkar ideal miðju. Náttúrulega Oxtatt út þarna í Rómaleiknum og mistum Phil í janúar og Emre Can komur sást ekkert þarna lengi vel fyrir en bara þarna í úrslitaleiknum. Þannig við vorum að spila á þessu 3 en þeir voru samt sem áður að spila bara, þeir eru mikið passívari í vetur heldur þeir voru í fyrra. Þeir eiga greinilega að sitja meira tilbaka núna og það vantar í rauninni þennan ákafa, þessa hápressu. Við höfum bara ekki náðinu upp á sama krafti og við höfum náð síðustu bara öll undanförnum tímabil undir Klopp. Að það virðist vera einhvern veginn skilaboðin að þeir eiga að sitja aðeins meira tilbaka og við höfum að fara að spila aðeins meira svona waiting game. Þannig að ég held að það spili alveg klárlega inn líka en það verður líka heldur ekkert hort framhjá því að ef maður skoðar sko þessar sendingar svona hvernig að skapa færin eða sendingar inn í nálægt vítategi andstæðingana að þá þetta þeir 3 miðjumenn bara ef við skoðum bara tölfræðinni þá þetta þeir 3 miðjumenn sem að voru með fæstar sendingar fram á við af þessum 6 miðjumennum sem við vorum að keyra á í fyrra. Þannig við söknum klárlega Chamberlain mikið og kannski erfitt að segja að eitthvað sérstaklega með Emre Can að við söknum hans en við frekar kannski söknum þess bara að við fáum Keita inn sem við heldum að við værum að fá inn þegar hann kom til okkar í sumar en þetta auðvitað eins og þú segir, maður ekkert að vera eitthvað voðalega svartsýnn
núna enn taplaus í deildinu og vera komin inn í fyrstu vikuna í desember, en manni finnst samt sem áður að við eigum svo mikið meira inni. Þetta náttúrulega, ég las það nú einhvers staðar, Keita væri mikið í ensku námskeiðum og hinn og þessu, hann hefði ekki vart að tala stakt orð þegar hann kom yfir, þannig að það eru eflaust einhver ástæði fyrir því að hann sé ekki farin að komast í takt við spilamennsku liðsins, en það pláss þarna klárlega á miðjunni og það þarf bara einhver að stíga inn og grípa það. Manni finnst einhvern veginn að þeir þrír sem hafa verið að spila flestu leikina, þessi sem þú nefnir, þeir eru bara of líkir og manni finnst þeir bara ekki vera að bjóða upp á neitt og þar alveg eru þeir svolítið einangraðir upp á toppnum, þessi þrír, og til þess að reyna að leysa þetta þá finnst manni eins og síðustu vikur, þá höfum við verið að reyna að leysa þetta þannig með að setja Sala meira á toppin og Firmino sig að þetta aðeins dýpra og ég bara ekki eins hrifinn af Firmino þar. Ég veit ekki hvort að þetta tengist einhverju nýju hlutverki eða hvort hann sé bara þreyttur, en ég sammála Magga þar að hann bara ekkert, hann skugginn af sjálfum sér frá því í fyrra. Þannig að það ég myndi segja, mesta svigrúmið til að bæta okkur klárlega þarna og þá horfum maður að sjálfsögðu til bæði Fabinho og Keita, þeir komi með eitthvað inn í liði sem að, hvort sem að sé að Fabinho komi inn þá með og gefi þá öðrum meira svigrum til þess að gera eitthvað aðra hluti eða hvort að Keita komi þá inn sem þessi aðili sem maður sá fyrir sig sem væri svolítið svona box to box, manni finnst vanta aðeins meira frá honum. Ég tek undir með Þóri varðandi þetta og aldrei sem vant fullkomlega ósammála Magga. Ég bara sé ekki hvernig hann fær það út að miðjan í þessum leik á móti Everton hafi ekki verið góð, en síðan miðjan sem var skapaði margfalt færri og gerði minna framhófið í leiknum á móti PSG og var með sömu framlínuna fyrir fram að sig álíka lítið að fíra. Þannig að mér fannst bara stór breyting, ég bara vil sjá Fabinho og hann byrja núna nokkra leiki því að mér finnst bara allt annað þegar hann inn á vellinu og mér finnst líka að segja Akiri, hann að reyna eitthvað fram á við, en því miður bara, ég hef bara ekki séð jafn skelfilega framistöðu hjá miðju tríói lengi eins og í þessum PSG-leik. Þeir voru bara hver öðrum daprari, hver öðrum líkari og það í rauninni var ekkert í gangi. Það alveg sama hversu gelda eða góða sóknarmenn þú ert með fyrir fram að þig. Ef að þú ert að mispleysa sendingar hægri vinstri allan leikinn, þá boðar það ekki gott og það varð að gera eitthvað. Ég bara Hendo reddaði því með því að vera í banni þarna, en þá þurfti ég að breyta ykkur, en það var alveg fullkomlega vonlaus með því og ég algjörlega sammála því og ég vil helst ekki sjá hana meira þó að ég sé ekki að drulla yfir einstaka aðila. Þetta eru góðir fótboltamenn en ég vil bara ekki sjá þá þrjá saman, bara punktur. Lókas var Breiðholt kjörta mig. Ekkert Maggi. Nei. Ekkert Lókas að þar Maggi, þá kemur til þín förum aðeins í hennan PSG-leik, sko, þú veist, mér fannst það runnið sjást í þessu leik að þetta, eins og ég talaði við síðasta leiki, hittaði vel upp, þetta liði sami viðbjóðurinn á innanvallar og utanvallar. Algjörlega, ekki spurning, þetta var ömurleg frammistaða, sko, varandi allt sem heitir íþróttinn og leikurinn og það allt, það bara þannig. Það alveg klárt mál að það sem þú skrifaði fyrir leikinn, náttúrulega var bara svolítið forsmökkur með því sem koma skildi og það var þannig að þeir voru bara að gera það sem þeir þurftu einhvern veginn og svo sem leiðilega var það að þeir kemust upp með það og mér fannst alveg allt í lagi að við vorum aðeins að sparka í það og vorum aðeins að býta hérna frá okkur í þessu öllu, að við vorum bara hörku grimmir fannst mér í rauninni í þeim slagurlum. Vandinn var alltaf bara sá að Paris Saint-Germain bara við allt og gott fótboltalið þegar þeir fara á þennan hlut sem þeir voru að gera þarna fyrsta hálftímann í leiknum og það fannst mér kannski bara vera málið. Þeir voru náttúrulega algjörlega boss okkur þarna á þeim tíma og í rauninni kannski sluppu ágætlega með að vera bara einu marki undir í hálfleik. Mér var seinni hálfleikurinn bara ágætur og bara það ekkert sem að segja það að við séum
komnir á þann staðinn að vera að fara að taka stig og fara að gera eitthvað í París á móti liði eins og þessu. Það fannst mér, þá sem við tölum það fyrir leikinn og jafntefli hefði verið frábært og standa klárur á því að ná því stigi kannski sem hefði kannski hjálpað okkur og það var bara því miður voru við í númer og litlir, það að lenda 2-0 undir var bara eitthvað sem við réðum ekki við. Mér fannst á þeim tímapunkti, fyrsta hálftíman, það fannst mér bara ekkert virka á liðinu, framlínan gat náttúrulega ekkert í þessum leik, allir þrír og alveg steindauðir. Van Dijk gefur þetta mark númer 1, það er ekkert að líta fram hjá því að það voru gríðarlega kjánaleg viðbrögð hjá honum sem að búa til mark númer 1. Mark númer 2 er það þegar við brjótum ekki þegar við getum gert það og fáum á okkur skyndisóknir sem við höfum lent í áður. En seinni hálfleikurinn og þetta play-acting allt og bara hvernig Thiago Silva og Neymar létu er náttúrulega bara eitthvað sem að bara vonandi einhvern tíma verið tekið á í þessari íþrótti. Þetta er náttúrulega eitt af því sem kannski kemur með varinu að menn fara inn í það að standa svolítið klárar á því að þeir sem láta svona verði einhvern tíma gripnir í landhelgi sko. En maður gerir þetta ekki, ég man bara eiginlega ekki eftir verra sem ég sé í Liverpool-leik. Nei, ég meina, Neymar er náttúrulega bara greinilega, það er náttúrulega bara eitthvað að hjá honum. Meina, þessar sögur kvíðan og þunglindi og eitthvað grátkost í aðdraganda brassana, það er náttúrulega bara eitthvað að hjá honum. Þetta er náttúrulega bara, þetta er svo súrrealist sko. Thiago Silva lætur draga sig inn í eitthvað svolítið hluti og ég beraði bara aðeins meiri virðingu fyrir honum, en þú veist, ég er ekkert að grínast með það, ég hef gegnum æfina alltaf horft með Brasilíu og fylgst með Brasilíu og verið svona Brasilíumaður, það er ekki hægt þegar hann er svona eins og hann er og hvernig hann rúllar sér inn og þegar Thiago Silva meiðir sig og fattar hann lekur út af vettunum, hleypir inn til þess að henda sér niður og halda hausinn á sér. Mbappé líka? Já, Mbappé líka. Auðvitað á að gera eitthvað í svona, auðvitað á bara að stíga inn í svona hluti og bara segja bara, heyrðu, þetta er ekki það sem að fólk er að borga sinn, þetta er ekki það sem við komum til að sjá, það er bara ekki þannig sem við ætlum að leggja hlutinu upp og bara eitt af því sem vonandi var stígur inn í er það að menn standi klárar á því hvernig það á að bregðast við svona augljósum hlutum til þess að gera eitthvað, því að enn sem komið þá finnst mér kannski hvort það eru reglurnar eða hvort það er bara andinn í dómurunum eða hvernig þetta er allt, þá er það bara einhvern veginn þannig að menn er ekki ennþá að ná að halda utan það hvernig á að einhvern veginn að bregðast við svona, í mínu vitið máttu bara gefa Neymar 2 gul og rautt fyrir endalausan leikaraskap og þeir eru með rúllað sér 4-5 ringi og eftir öxli eitthvað þá einhverja geta hóað inn og herðu spjaldaðan bara. Já, ég meina til þess að tala að taka á leikarskap og svo komast þér upp með heilan leik af svona villir. Það sem er kannski vont í þessu er það voru auðvitað var það þannig að í mörgum tilvikum voru þetta leikbrot. Hann var ekki að fiska aukaspyrnur beinlínis en hann var aftur á móti að hægja á leiknum með því að gera svona og sjálfsagt í Thiago Silva að fá guldspjald. Ég er svona, Mbappé var ekki eins augljóst en það er náttúrulega klárt mál út með 5 dómar á svæðinu sem að eiga bara geta sagt við því, heyrðu bara spjaldið hann, bara núna, hann er ekki á þessum stað, bara, það var svo augljóst leið til þess að skemma gæði leiksins, það er bara alveg klárt mál, og það er það sem ég kannski meina með það, mér finnst stundum erfitt vera með þegar að menn er að fá feldir og í langflestum tilvikum þarna þá er þetta einhverja aukaspyrnur allt í lagi með það, en það er alveg óþolandi að horfa á gaura henda sér niður á þeim hátt og liggja bara með veltingun og helst fá inn sjúkraþjálfara eða bara rétt á sjúkraþjálfara komin inn og hoppa upp, þá á að gera eitthvað í því, það er bara svoleiðis. Nákvæmlega, Eyþór, sko, alveg bara frá þér inni á Róma-leikurinn í Róm, þá er útileikirnir núna í Evrópu, þetta hlýtur að vera, við förum að horfa á þetta sem svolítið mikið áhyggjefnu, svona eftir þennan riðil allavega. Alveg klárlega, ég var nú ekki búin að sannreina þá tölfræði en ég sá nú einhvers staðar að fyrsta skotið okkar núna á þessu tímabili á útivelli í Evrópu hafi verið vítaspyrna gegn PSG. Að það hafi verið fyrsta skotið á markið hjá okkur og það kemur í rauninni ekkert óvart. Við gerðum náttúrulega ekki neitt í þessum Napoli-leik. Við áttum ekki breyk í þessar 93 mínútur, við fengum þetta í smettið í blálokinn. Rauða stjarnan var í rauninni bara lítið skárri, eiginlega bara verri. Að alveg í rauninni bara skandalla að fara þangað og fara heim með tap á bakinu þar. Þannig að allir þessi PSG-leikur eins
slæmur og hann var, þá var hann örugglega skástur af þessum þremur, en við erum þá bara komnir í þá aðstöðu sem riðli að við, eins og þið vitið, við þurfum náttúrulega að vinna, en ef við klárum þetta ekki á Anfield, þá náttúrulega eigum við bara ekkert skilið að fara áfram í þessari keppni, við erum bara búin að vera slakir, bara heilt yfir, það verður bara að segjast þessu vel. 2 sigrar í 6, það bara, það átti ekki skilið að fara lengra, það nokkuð ljóst. Það bara þannig. En þú sér það í þessum leik, við erum að hlaupa eitthvað 106 km gegn París, sem að, þú veist, lið sem að Státa sagði að vera svona 115-20, sko, þetta bara ótrúlega skrítið. Ég veit ekki hvort þessi leikplanni hjá París sem að heftir þetta svona hjá okkur, eða hvort að liðið sé bara virkið þungt, sko. Já, maður næri ekki alveg utan það hvað það sem svona rosalega klikka hjá okkur, en náttúrulega þeir sem fá hvað mestu gagnrýnina alltaf við náttúrulega þessi blessaða miðja hjá okkur, að einhvern veginn eru bara ekki ná að tengja saman sem lið, þetta bara ekki að virka, þetta bara eins og í svo bara nefni Napoli-leikinn aftur, þar vorum við bara heldur ekki að ná að tengja neinu saman, við vorum ekki að ná 2-3 sendingum saman, við vorum eftir á í alla bolta, við hlupum minna, við áttum engin færi, við áttum ekki skota markið og vorum bara mjög heppnir að vera ekki, minnstakosti 2 mörkum undir þegar þeir loksins skora, þannig að það eitthvað mikið í þessu, ég þeirra nú kannski ekki uppleggja endilega, en það framkvæmdin, hún eitthvað staðar að klikka og það erfitt kannski að ná að benda á það svona nákvæmlega hvað það sem að vantar, en þetta náttúrulega stórkostlega óeðlilegt eins og við bendir á með þennan kílómetrafjölda. Við erum oftast það lið sem yfir hlaupa okkar andstæðinga og þegar þessar tölur voru birtar í fyrra á þessu Evrópurönni okkar þá, að þá voru við bara án undantekninga að hlaupa mun meira heldur andstæðingurinn og vorum bara, var lítill munur á okkur í rauninni hvort við vorum að spila útivellið eða heima. Við vorum alls staðar hættulegir og eins og þið þekki nú úr Portugal ævintýri ykkar. Nákvæmlega, heldur betur. Ég alltaf til að tala um Porto-ævintýrið, ég held að þetta með gera sér þáttu þá, ég til það. Steini, ég ekki uppáhaldi hjá okkur að gera dómarahotn, en ég held að þetta sé eitt mesta tilvísun sem hann eftir, ég meina ég bara, sko, ef við reynum að horfa á þetta hlutlaust, ég meina maður búin að sjallast aðeins pirringur, en þetta ekki versti dómari sem við séð allavega á þessu ári og jafnvel við þeirri, sko? Já, hann myndi bara sóma sig vel í ensku deildinni, sko, hann var það stakur, sko. Ja, þetta var hvernig í ósköpunum hann sendi Verratti ekki sturtu þarna í fyrir hálfleik fyrir hans tæklingu sem var bara lengst upp á sköflum, það var alveg með ólíkindum. Allur þessi leikaraskapur, það var þarna eitt skipti þar sem að Neymar klikkaði á skoti og hann fekk aukaspyrnu þar. Ég var alveg sjóðandi þarna, sko. Þetta var bara með ólíkindum. Hann dæmir horn, sko, hann var í príma aðstöðu til að sjá þetta víti og víti gat ekki verið meira víti. Það var í rauninni sprotadómarinn sem að tekur vítið og þetta var bara, og síðan var bara endalaust af litlum atvikum og þessi spjöld, þetta var bara mjög súrt að horfa á þetta, en eins og segi það, í mínum huga þá var það þetta rauðaspjald sem var risastórt mál og hefði náttúrulega breytt mjög miklu fyrir leikinn, en það var það snemma í leiknum. En dómarinn, þetta var slökk framistæða hjá okkur mönnum, en hún var ekki svo slakast af þeim sem á vellinu voru, skum orðað þannig. Nákvæmlega. Maggi, ég ætla að hleypa þér aðeins inn bara örstuð með pælingar á Burnley og Bournemouth, ég veit þú ert að rjúka. Já, það verður bara 4 fínir í hvað gerist þá. Það bara náttúrulega eftir kvöldið, við erum alltaf í einhverjum eltingaleik og náttúrulega City tók óttúrð í kvöld, þannig að við þurfum að herða okkur, það bara þannig. Og þetta eru 2 hörkuleikir ólíkir. Annars vegar er það náttúrulega lið sem búið að vera alveg frjálsu falli og gátu ekkert helgina. Ég horfði aðeins á Palace Burnley aðeins til þess að grípa þá og þeir virðast algjörlega hafa tapað mótjóinu og þá er maður alltaf hræddur við að liði botnbaráttur hrökk í gang þegar við erum á ferðinni. Þeir voru bara slakir alla leið, Palace átti að vinna þennan leik svona 6-0 án nokkurs gríns, það var aldrei líf í Burnley-liðinu, það var bara þannig. Og Jói til dæmis alls ekki í neinu syngi, ég náttúrulega bara látið spila þarna lítið eftir með liðinu og verið það svona komin í einhverja desperasjónir hjá þeim.
vörnin eins og gatasikti og þegar Joe Harter er besti leikmaður í liðinu, þá náttúrulega ert á vondum stað. Þannig að mér varst bara Burnley bara vildi virkilega illa út og þeir svo sem virðast hafa einhvern veginn algjörlega misreiknað sig á tímabilinu eftir þetta Evrópuævintýri og það er rosalega erfitt þegar út með svona lítið lið sem að gera svona ógeðslega vel í fyrra að fá svona mikla neikvæðni og svona einhvern niðurtripp, þá er ekkert einfalt að rífa það í gang. Þannig að við náttúrulega förum á þannig völl á morgun sem hefur oft verið okkur erfiður og eigum að vinna það. Svo er þetta Bournemouth, talandi kvöld í kvöld, þeir eru konur upp fyrir litlu liðir hann í kringum okkur, Everton United með sigri í kvöld og komnir upp í 7. sæti og er alveg hörku erfiðir heim að sækja, við hefum alveg líka tapað stigum þar og eru bara mínu viti, mér finnst Bournemouth sprakt lið, en það hafa ekki endilega verið að gera þetta rosalega gott upp á síkastið. Ég horfði á hluta af leiknum þeirra við Arsenal og þar voru þeir alveg með eins og þeir eru, ólsegir og eru með leikmenn þarna sem við þekkjum of vel í gegnum tíðina sem hafa náð að svona vinna leiki. Þannig að ég held að þetta séu tveir ólíkir útileikir og bara aftur við spilum leik í París á miðvikudaginn og svo núna er leikur á laugardag, leikur á þriðjudag, leikur á laugardag, þannig að það mun þurfa að hreyfa liðið, það verða einhverjir af lykilmönnunum hvíldir í þessum leikjum með þessum menn sem við séum mest af, þannig að framundan eru bara tvö hörku test sem að verður bara stórt verkefni að taka þessi 6 stig sem við auðvitað eigum að gera. Við eigum að gera kröfu á 6 stig. Hendi spá fyrir Daniel, þannig að Excel-skjali verði í lagi? Já, ég held að við vinnum Burnley, ekki segja 3-1 frekar en 2-0 og ég held að þessi Bournemouth-leikur verður rosalegt ströggl og við vinnum hann 1-0. Ég held að þetta verði bara svona ströggleikur sem að við munum þurfa að láta Alisson og Van Dijk berga okkur í, en ég held að við vinnum báða þessa leiki. Ég er nokkuð öruggur með morgundaginn ef allt er eins og það á að vera og allt er eðlilegt, en helgin verður erfið. Nákvæmlega, takk fyrir það Maggi, við heyrumst í næstu viku, stráka, við höldum áfram, Eyþór, hendi þín, þessi Burnley leikur, ef við horfum í það, er þetta ekki viðbúið, þetta verður svona fyrsti alvöru rotation deildarleikurinn hjá Klopp, er eitthvað annað í boði í rauninni, með eins og Maggi var að segja, það er rosalegt prógram búið að vera og framöndan. Nei, ég held að það stefni allt í það. Þetta er náttúrulega 2 erfiðir útileiki núna og svo náttúrulega bara úrslitaleikur í Champions League í næstu viku. Þannig að við getum ekki verið að keyra á sama liði núna næstu viku. United í kjölfarið af því, sko. Algjörlega, og er svo ekki, held ég, City hann einhvern mann snemma svo í janúar. Þannig að við erum bara að fara inn í næstu 4-5 vikur, eru bara rosalega þéttar og erfiðar og mikilvægar og Manchester City er bara búin að setja þannig hraða í þessa deild að þú mátt bara ekki klikka neins staðar og að það er núna, þeir eru bara búin að setja pressuna á okkur núna með að komið núna 5 stigum fyrir ofan okkur, þannig að það pressan er á okkur að klára okkar leik á morgun, en ég tek undir með Magga að Burnley hafa náttúrulega ekki virka samfærandi á mann núna þetta tímabilið, eins og manni fannst þeir nú vera öflugur í fyrra, að kannski á maður þá að hræðast það, að maður sé minna hræddur við að fara þangað núna heldur maður var á sama tíma fyrir ári síðan, en við erum samt að sjá, við erum með þarna leikmenn sem að bara eru ekki að fara að taka þátt í þessu leik, sem þurfa okkur hvíld að halda, var náttúrulega Mane fékk einhvern skurð þarna eða ekki í leiknum, þannig að hann er væntanlega eitthvað tæpur og Salah, Mane er bara mjög ólíklegur, hann var okkur minniskóm sagði Klopp í viðtali í dag. Já, þannig að hann verður þá væntanlega ekki með og þá er spurning hvernig við ætlum að gera, hvernig við ætlum að stilla þessari framlínu upp. Við eigum nú meira ekki að skinna á miðjunni, þannig að við eigum náttúrulega inni frekar óþreytta menn, náttúrulega bæði í Fabinho sem bara spila lítið undanfarið og svo eigum við Milner og Henderson og Keita er rauninni bara alveg ferska á bekknum, þannig að þeir geta alltaf komið inn, það er svo sem ekkert áhyggjur af því. Vörnin, við vitum svo sem að þetta snýst kannski helst kannski bara hverju var í bakvörunum, hvort að Robertson fái einhverja hvíld, hann er alltaf búin að spila mikið og hann hleypur með þess. Hann er líka tæpur líka, sko. Já, meiddist hann gegn Everton? Já, hann er eitthvað smá tæpur, minna tæpur Manni en samt tæpur, en það geta alveg verið eitthvað þar, sko. Hann er líka búin að skila sínum kílómetrafjölda finnst manni síðustu vikur, þannig að það er kannski ágætt að ef þú ætlar að hvíla hann einhvers staðar og þarft að gefa honum einhverja hvíld, þá er það helst í einhverjum svona leikjum, en auðvitað er þetta eins og bannahýði eins og allt annað, en við eigum að vera með hóp sem á að geta komið inn í þennan leik og
og sótt þetta stígin og þetta bara kannski helst spurning með framlínuna hvort við sjáum ekki við sjáum væntanlega annað þeirra Sturridge eða Origi eða eitthvað slíkt en ég bara full að trúa því samt að við séum bara með þannig hópa og það sterka vörn að við eigum alltaf að geta farað inn og eigum að geta klárað þetta. Steini, ef við tökum þennan punkt með Origi eða Sturridge í þetta skipti bara með að við endalógin og allt hæpið núna kringum Origi heldur hann geti, hvort myndur til þess bara vilja á undan Origi eða Sturridge, annað hvort á að fara í byrjunarliði? Ég myndi treysta hvorum sem það hlýtur samt að vera nær því að það sé Sturridge með að hann búinn að vera meira involved í vetur en síðan þegar þú horfir á kannski stöðudæmið og erum að tala að Mane sé úti þá myndi ég telja líklega að hann sé að fara að setja Origi þarna á kantinn. Við sáum alveg á innkominni hans hversu hann fljótur þessi strákur og hann getur alveg sprengt upp kantinn og væri rauninni betra replacement fyrir eins og Mane en ég ekkert hissa á að sjá það báða. Ef við séum bara alveg eins og ég var ekkert hissa á þó að Bobby yrði látin horfa á leikinn allavega eitthvað fram eftir leik. Af þessum 4 leikjum, Burnley, Bournemouth, Napoli, United, það alveg ljóst að við þurfum líklega að hvíla á allavega einu leik, ef við getum að horfa á þannig. Kannski tekur það út af snemma, skilur, en þeir geta ekki spilað þetta alveg, sérstaklega ekki með hvað hafa virkað alveg á gufunum núna undanfarnar vikur, Salah til dæmis og Bobby. Já, og bara ég held að þeim sé ekkit greiði gerðu með því að vera að spila þeim þegar þeir eru ekki svona á öllum sílendrum, þannig að ég myndi halda að þetta væri, og það eru það mikil gæði í þessum gaurum sem að geta komið inn að ég myndi bara segja herðu strákar, fáið þið sjansinn á að sanna ykkur og ef ekki þá gefum við á bekknum. Þannig að hann verður, það eru 8 leikir framundan á næstu, á næstu 29 dögum eru 8 leikir. Og þar af eru leikur við Napoli, það heimaleikur við Manchester United, það heimaleikur við Arsenal og það útileikur við Manchester City. Bara helmingurinn af þessum leikjum eru þessi leikir, þannig að það algjörlega á tæru að hann verður að nota hópinn. Það bara níundi leikurinn Everton, þetta alveg. Já, í rauninni þannig að þetta alveg bara, þetta er sjúkt prógram og hann verður bara, og við erum búin að tala að hópurinn hefur stækkað, við erum með meiri breidd en í fyrra. Ég hef ekki boðið í þetta á síðasta tímabili, svona þétt og erfitt leikjaprogram. En við erum með sterkari hóp og ég vil meina það að það er ekki jafn mikill munur núna á þeim sem að koma inn og þeim sem fara út. Þannig að ég vil bara sjá hann treysta ára að gaurast. Nákvæmlega, Eithor, horfum að sýta Burnley. Ég var að spá í fyrir tímabil, þá voru þið búin að spila 3 leiki í Evrópukeppninni fyrir fyrsta deildarleik og spiluðu svo 3 viðbót. Ég held að, og líklega það sem að tók það alveg gjössal út af laginu og eyðilega náttúrulega hann búin að tala Sjón Dæs að hann fekk ekki undirbúningstímabilið það sem svo mikilvægt fyrir það sem hann hefur verið að gera undanfarin ára en við erum alltaf áttakur því að þessi lið eru líka í núna þungur leikjaprogrammi. Burnley var að spila helgina líka og virðast ekki ráða eins vel við leikjaálag eins og Liverpool. Horfum við ekki í það allavega líka með jákvæða mögum út af því að okkar liðið þreytt og við erum að segja að þetta lið að fá sér 29 mörk, það eru meir en 2 mörk í leik að það sem vera móti. Alveg klárlega, ég meina þeir eru með þarna næst verstu markatölu held ég í deildinni og sitja hana næst neðstir og eins og þú segir, þeir náttúrulega hafa ekki verið svipnir sjón með hvernig þeir voru í fyrra og þeir þetta klárlega reynst þeim erfitt að eins og mörgum liðum svo sem að vera í Europa League og sérstaklega þá einhverjum svona liðum sem komast óvænt þangað, þau eru ekki með hópinn eins og kannski Chelsea og Arsenal með til þess að taka þátt í þessari keppni og en líka bara ef maður skoðar bara heimavallar árangur þeirra núna þetta tímabilið og þá eru þeir með slakast árangurinn. Þeir eru með 1 sigur held ég í 6 leikjum. Þannig það er allt þarna sem bent til þess segir manni að við eigum að vinna leik en svo veit maður náttúrulega það líka að það er kannski bara þegar maður er svo pessimiskur en ef að City væri að fara að keppa hana þá myndi ég ekki einu sinni nenni að fylgjast með því, ég myndi bara bóka 5 sigur. En að því að við erum að fara hana þá finn ég alltaf eitthvað ástæður af hverju þetta gæti verið bannaheiði en það
Það eru orðnar frekar fáar ástæður sem ég sé svona í fljótubræði af hverju að við ættum að fara að klikka þarna. Það er þá bara eitthvað slys. Er ekki þessi sigur sem tala er það ekki 4-0 á móti Bournemouth? Var það ekki heimaleikurinn? Jú, ég held það. Við eigum næsta leik. Jú, ég held að það er rétt þegar. Þannig að það er allt þarna sem bendir til þess að við eigum að fara og ég er sammála Steina, við eigum að nota hópinn þarna, þú veist, við eigum að geta rótirað nokkuð vel. Þetta í rauninni, hvernig við komum út úr þessu prógrami, það mun bara fara eftir því hvernig við komum til með að geta nota hópinn í þessu leikjum. Auðvitað erum við aldrei að fara að gera 11 breytingar, en við þurfum alltaf að gera einhverjar 5, mögulega 6 breytingar núna, finnst mér fyrir þennan leik og svo eitthvað annað eins fyrir næstu helgi upp og eiga líka eitthvað þessari framlínu og varnarlínu spræka í þá Napoli-leikinn. Þannig að það er ekki spurning. Steini, þetta er hádegis, fyrir ekki? Mér finnst bara þetta Burnley-lið, mér finnst það bara að vera að spila samkvæmt því sem ætti að vera að spila bara þessa dag. Þetta er, ég sagði það allt síðast tímabil að það var eiginlega bara fáránlegt hvað þeir voru að vinna leikinn. Nú missaði Tarkovski út. Þeir hafa aldrei verið með neina alvöru miðjumenn. Það eru með ykkur 3 lurka þarna frammi sem að ná að stanga boltana í netið. Ágætis kantmenn. Þetta lið er bara fallbaráttu lið í úrvalsdeildinni. Það er bara að þú lítur yfir lið og lítur yfir leikmannahópinn og þetta er bara svona þeir hafa svona skautað yfir gagnrýni. Þetta er svona enski skólinn par excellence. Þetta er ekkit voðalega fancy að horfa á þetta lið. En þeir voru náttúrulega bara í sjötta seti eða eitthvað í deildinni fyrra. Þeir náttúrulega... Já, sem er bara algjörlega bjánalegt og bara núna eru menn bara, ok, já, þeir eru svona, nú bara stoppum við það. Þeir eru ekki með nægileg fótboltaleg gæði til að viðhalda einhverju slíku, sko. Þetta var algjör bara one-off á síðast tíma. Þetta er rauninni, sko, þetta er bara svipað á þegar að Leicester verður meistari þetta ár. Leicester var aldrei að fara fylgja því eftir árið eftir. Og samt var Leicester þó með slatta af gæða fótboltamönnum hann sem voru Kanti og Maris og fleiri. Burnley er ekki búin að vera með einhverju svona gæða fótboltamönnum en sína raða, sko. En þetta voru Kanti og Maris var enginn að tala um þá fyrir það tímabil, þeir bara sprungu út á og rauninni Vardy líka, þeir var náttúrulega bara með ólíkjendu tímabil og kannski geta líka því saman við Burnley. En það var enginn svona leikmaður hjá Burnley í fyrra. Nei, nákvæmlega. Eyþór, sko, endum þetta aðeins á þessu Bournemouth liði og pælingum kringu það, ég meina, þeir hafa átt aðeins erfitt gegn stóru liðunum núna undanfarið, þeir tóku 4 leiki í þessi töpuðu í röð áður en unnu núna í kvöld. Móti Huddersfield, en annars hafa alveg verið að hyggst í þessum stóru leikjum, en ég meina við erum að horfa, þeir eru núna í ykkur 7. eða 7, ég man ekki hvað þeir eru, þeir eru allavega búin að byrja mótið heilt yfir vel stigalega og sérstaklega með að við stærða á þessu klubbi, ég meina við erum frekar að fara að hvíla móti Bournemouth og fara þá all-in móti Burnley og fara meira all-in móti þessu Bournemouth-liði sem er náttúrulega stór hættulegt. Já, alveg klárlega. Ég heldur, já, eins og segir, ég heldur City, hvað er ekki 7. sæti held ég núna eftir úrslit kvöldsins. Þannig að við erum, maður sér að auðvitað á maður ekki að bóka neitt fyrirfram og það getur alltaf komið í baki á manni, en svona fyrirfram myndi maður halda að það verði talsvert meiri svona mótspyrna í þeim leik heldur en þessu Burnley-leik og ég myndi líka halda svona fyrirfram að þeir séu líka með bara þannig lið og þannig leikmenn sem kannski henda okkur kannski talsvert verð heldur en Burnley. Ég finnst svona minni hraði í Burnley-liðinu og meiri svona gamaldags fótbolti heldur en það sem að vinnuðin Eddie Howe er að koma með hjá Bournemouth. Þannig að við eigum klárlega finnst mér að stilla upp aðeins sterkara lið helgina heldur við gerum á morgun og þeir eru auðvitað með er hann ekki næst markahæstur í deildinni hann Callum Wilson, hann er búin að sjóðandi heitur, ég held að hann hafi skorað í kvöld. En og þeir voru líka, ég held ég sá held ég leikinn þessari töpuðu á móti Arsenal, hann var ekkert langt síðan, hann var nú bara ekkert held í enda nóvember og þeir stóðu þeim þar lengi vel og þeir gerðu það sama með Manchester líka. Þeir voru ekkert afleitir held ég á móti City, sko, þannig, sko. Nei, ég meina, er það ekki bara, ekki undir meðaltalinu, töpuðu þar 3-1, þannig að ég held að þeir hafi ekkert þess að segja, verið ágætið þar, þannig þetta er fínasta fótboltalið og það á alls ekki að vanmeta og við höfum nú farið á hann völl og runnið rækilega á raskatið þannig að ég hef meiri áhyggjur af þeim leik heldur en Burnley-leiknum.
Steini, við gerum jafntefli við Burnley á Anfield í fyrra, ógeðslega pirrandi leikur. Þeir jöfnuðu svo á 90. mínútu, Jóhann Berg að sjálfsögðu, hann jöfnaði á 90. mínútu í fyrra í útileiknum, þangað til að hvað gerðist? Já, það var Raggi frændin, hann kom og sá og sigraði. Það var ríki moment síðasta tímabil. Það var, ég man eftir að þeir hérna í Anfield Rap, þeir töluðu sérstaklega við Klopp fagnalætin eftir það mark. Það var alveg viðbjóðslegt kvöld, var þetta ekki nýjársdagur eða eitthvað svoleiðis? Jú, þetta var eitthvað þannig. Þetta var eitthvað svoleiðis, en þetta líklega eina sem maður mun eftir Ragga framlæðinum hérna úr af tíma hans í Liverpool, en það hafa alltaf hreinu líka, en en það hafa verið stærri og meiri nöfn en hann sem að falla algjörlega í gleymsku. En ég mun reyndar alltaf mun eftir hann. Ég horfði á þetta mark svona 30 sinnum með hérna Baywatch þemanu. Það var heldur. Herðu, hlaupið hjá Klopp inn á völlin núna velgina, það reyndar æðislegt með Baywatch þemanu. Herðu, strákar, förum enda þetta, tökum spá fyrir báða þessa leiki. Eyþór, þú byrjar. Ég ætla að segja að við tökum Burnley 3-0. Og þetta verður meira ströggl á móti hérna Bournemouth. Það verður 1-0 þar. Steini? Já, ég ætla bara að fara öfuleið við hérna Eyþór. Ég held að þetta verði ströggl núna á móti Bournemouth og við vinnum þann leik. Móti Burnley? Burnley segir 2-1. Það mun alltaf ykkur hérna óvaxni framherinn að skalla boltaninn þrátt fyrir að við séum með Van Dijk og við setjum 2. Ég held að við hefum eftir að klappa Bournemouth ansi vel á kinnina og taka þá 3-0. Ég ætla bara rétt að vona að við höldum áfram þessum sigurrunni. Þetta eru leikir sem við verðum að vinna. Ég held að tökum 0-2 móti Burnley, þeir eru alveg gjössanlega pakki í vörn og þetta verður sama strögglið áður og við tökum Bournemouth, ég ætla að segja við tökum það aftur 0-4 eins og við gerum síðast. Við erum með Allison í markinu, við fáum ekkert á okkur mörg, höldum við þannig. Ég held við lúkum á þessu og við tökum upp þátt í næstu viku þar sem við náttúrulega verðum með hjartaði buxunum yfir Napoli einvíginu sem að verður þeirri viku að ég maður rétt. Og Manchester leik í kjölfarið, það verður stóruppbytun í þeim leik, þar sem við tölum líka smá þessa sigurleiki núna næstu 2. Er það ekki? Jú, klárt. Þessu tekið, formulega. Takk í kvöld. Takk.